598. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn þriðjudaginn 3. nóvember 2020 kl. 17 er hér með settur. Þessi fundur er rafrænn og á hann eru mættir bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Margrét Sanders, Jóhann Friðrik Friðriksson, Díana Hilmarsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Margrét Þórarinsdóttir, Jasmína Sérnak, Guðni Birna Guðmundsdóttir og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni. Það eru 8 mál á dagskrá fundarins en þau eru númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 22. og 29. október, númer 2 fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 21. október, númer 3 fundargerð lýðheilsuráðs frá 21. október, 4 fundargerð framtíðarnefndar frá 21. október, 5 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 22. október, 6 fundargerð fræðsluráðs frá 23. október, 7 fundargerð barnaverndarnefndar frá 26. október og númer 8 fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 27. október. Þá tökum við á dagskrá fyrsta mál en það eru fundargerðir bæjarráðs frá 22. og 29. október síðastliðinn. Orðið er laust. Margrét Þórarinsdóttir, gerðu svo vel. Já, virðulegi forseti og aðri viðstaddir, ég kem hér undir lið 12 í fundargerð bæjarráðs frá 29. október, byggingarnefnd Stapaskóla. Við í minnihlutanum höfum áhyggjur af milljarða framkvæmd án þess að farið sé í greiningavinnu og teljum að jafnstórt verkefni eins og áfengi 2 er við Stapaskóla, þá þurfum við að velta öllum möguleikum á ódýrari útfærslum án þess að það komi niður á gæðum. Ég vil undirstrika að við erum hlynnt þessari framkvæmd og gerum okkur grein fyrir nauðsyn hennar en undirbúningsvinnan þarf að vera betri. Við höfum lagt fram bókun í þessu máli á fyrri stigum. Við leggjum bókunina fram aftur og óbreytta. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Sjálfstæðisflokki, Baldur Guðmundsson, Sjálfstæðisflokki, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Sjálfstæðisflokki og undirrituð Margrét Þórarinsdóttir, Miðflokki. Og ég óska þetta verði bókað. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Friðjón Einarsson hefur beðið orðið. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að koma inn undir fundargerð bæjarráðs frá 22. október. Mig langar aðeins að sérstaklega nefna kannski það mál sem bæjarfulltrúinn Margrét nefndi, það er byggingarnefnd Stapaskóla, 11. liður. En ég vil nú bara hrósa meirihlutanum fyrir þessa ákvörðun sem þarna er tekin og enn og aftur að hvetja bæjarfulltrúa sem hafa áhuga að vita eða fá betri upplýsingar og óska eftir greiningum að endilega hafa samband við nefndina þannig að hægt sé að afla þeirra upplýsingar sem fólk hefur óska eftir. Þessi vinna byrjaði á flegi ferð og þegar liggja fyrir töluvera spurningar sem eru verið að vinna núna. Ég vildi nú bara ítreka það hér. Á næsta fundi eftir, 29. október, þá langar mig að nefna kannski 2 mál, annars vegar er það mál 3 og 4. 3 tjaldstæði. En þessi mál eru öll núna í umsagnarferli hjá menningar- og atvinnuráði og umhverfis- og skipulagsráði og koma fljótlega aftur fyrir bæjarstjórn. En mig langar aðeins að minna á brunavarnaáætlun Brunavarna Suðurnesja sem er stefna í brunavarnamálum fyrir öll á starfsvæði Brunavarna Suðurnesja
sem var lögð fyrir bæjarráð í síðustu viku og kemur síðan aftur fyrir bæjarráð í næstu viku. Annað var það ekki að sinni. Takk fyrir. Jóhann Friðrik, gerðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það verður að segjast að það mikið fagnaðarefni að við skulum vera komin með málið á þennan stað og bæjarráð óskaði eftir því að bæjarfulltrúar og þeir sem voru í bæjarráði og byggingarnefnd myndu senda inn spurningar sem að brann á þeim varðandi áfanga 2 og einhverjir hafa nú gert það nú þegar sem ég held að sé ljómandi gott. Til þess að gera sér betur grein fyrir því sem að við blasir þá auðvitað þurfum við að fara í þessa frumhönnun sem ég held að sé virkilega gott skref. Mig langar aðeins með leyfi forseta að lesa upp úr þessari bókun. Þar að segja tillaga lögð fram í byggingarnefnd Stapaskóla 22. október. Og þar sérstaklega tekið fram að þarna verið að horfa á byggingu sem verði hjarta hverfisins, sem auðvitað í hraðri uppbyggingu og miðstöð verði fyrir breiðan aldurshóp. Það verði lögð áhersla á að skapa góða aðstöðu til íþróttaiðkunar fyrir unga sem aldna og tenging verði við almenningsbókasafn og skólann þar sem jákvætt og heilbrigt samfélag blómstrar. Og það áhugavert að sjá að strax og þessi bókun var tekin fyrir og samþykkt af meirihlutanum í bæjarráði, þá spunnust umræður hana inn á íbúavef Reykjanesbæjar og þar var ekki hægt að lesa annað en að fólk þarna í hverfinu tæki þessu fagnandi, sem ég svo sannarlega viss og mér finnst ánægjulegt að minnihlutinn skuli taka fram í bókun sinni að þau séu hlynnt þessum áformum. Og allavega frá mínum bæjardyrum séð og ég held ég geti talað fyrir fleiri að við viljum auðvitað að þetta verði vel úr garði gert og uppfylli alla sem að ræðir í þessu tilviki. Þetta hverfi að stækka mjög hratt og mun gera það á næstu árum og ég held að verði full þörf fyrir alla þessa byggingu og verður virkilega gaman að sjá blómstandi íþróttalíf í þessum öðrum áfanga ásamt auðvitað því sem vel hefur verið gert í Stapaskóla nú þegar og hlakka mig mikið til þegar þetta verður allt komið í fulla notkun. Takk fyrir. Baldur Guðmundsson, gerðu svo vel. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og þeir sem að munu horfa á upptökuna síðan mér. Það heyri allir í mér, eða ekki? Maður dálítið eins og á miðilsfundi. Sést, ég komin í samband. Ég ætla aðeins að fjalla þessa bókanir og umfjöllun Stapaskóla. Við lögðum sem sagt fram þessa bókun og erum að ítreka hana. Og við taka undir bara með það sem að Margrét sagði í upphafi fundarins að við erum alveg hlynnt þessari byggingu og auðvitað framkvæmdir. Þá fyrirsögn sem að Víkurfréttir, að því að vera að vitna í umfjöllun utan dagskrár bæjarstjórnar að fyrirsögnin hafi verið hugnast ekki framkvæmd. Það var ekki innihaldið í bókunum okkar og ekki það að við séum á móti þessari framkvæmd. Við viljum bara þegar að vera að setja þetta mikið pening í verkefni að við séum með þetta rita niður og þetta ekki kannski spurning það að fólk leiti upplýsinga þetta heldur að við sem byggingarnefnd við erum að leita upplýsinga. Við ætlum að skrá niður hvað við ætlumst til með þessu verkefni. Farið yfir þá, hvað þörfum þetta að mæta. Þetta er fallega línur þarna í bókun meirihlutans.
Og auðvitað getur maður tekið undir það, ekki eins og maður segir á móti því að byggja upp jákvætt og heilbrigt samfélag. Maður er ekki í þessu til að byggja upp einhverja neikvæðni og brjóta niður samfélagið. Heldur þetta er stórt verkefni og við viljum bara að þessi vanda til verka. Og við vitum nákvæmlega sem sagt, hvaða þörfum erum við að svara með þessu, hvað kostar þetta okkur. Þannig að ég held að við séum öll að reyna að fara í sömu áttina. Við viljum bara aðeins stíga varlega til jarðar. Nú hef ég lokið máli mínu. Takk fyrir þetta, Baldur. Áður en að ég gef fleirum orðið, þá vil ég minna bæjarfulltrúa á að vera í mynd, sem að þetta er upptekinn fundur og við þurfum öll að vera í mynd á svona fundi. Því að við þurfum að sjá hvaða aðilar það eru sem eru á fundinum. Þannig ég vil biðja alla bæjarfulltrúa að hafa kveikt á myndavélinni. En orðið er laust. Ég sé að það er einn bæjarfulltrúi sem ekki er með kveikt á myndavélinni. Ég biðja hann að lagfæra það. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs fundargerð bæjarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerð bæjarráðs eru beðnir að gefa merki. Og við sjáum hér hvað margar hendur. Það hafa allir samþykkt fundargerð bæjarráðs. Og þá er það liður númer 2 sem er fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 21. október, orðið er laust. En áður en ég hleypi einhverjum að, þá verð ég bara að biðja þann bæjarfulltrúa sem ekki hefur kveikt á mynd að gera það nú þegar. Ágæti bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir, geturðu skoðað þessi tilmæli að kveikja á myndavélinni? Ég er með myndavélina á. Það er allavega ekki. Býtum við. Er þetta komið núna? Nei. Sjáið þið mig? Forseti sér þið allavega ekki, en ég veit ekki með... Jú, nú Sjáið þið mig núna? Jú, nú sjáum við þig. Okay, Takk fyrir þetta, Margrét. Já, bara biðst innilega afsökunar á þessu. Ég sjá sjálfa mig í mynd, þannig að ég gerði mér ekki grein fyrir því ég væri ekki í mynd, innilega afsökunar. Það eru 3 konur á mælendaskrá undir þessum lið. Anna Sigríður Jóhannesdóttir, gerð svo vel. Afsaki, ég glemdi að taka hendina niður á það. Já. 2 hendur á lofti, Margrét Sand. Takk fyrir það, forseti. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Mig langar aðeins að ræða varðandi menningar- og atvinnuráð. Mér finnst í heildina áhugaverð málefni sem hafa verið rætt og metnaðarfullur fundur og mikið á dagskrá. En það er aðeins ruglingslegt og ég nefni þetta undir þessum lið en það er að koma of oft fyrir að það vantar gögn inn eða að þau eru ruglingslega sett inn og mér langar að beina því til út af þessum fundi að bæði 5. og 6. mál, það hefur orðið einhver ruglingur í gögnum menningar- og atvinnuráðs. Það er í bókum frá Sjálfstæðisflokknum varðandi atvinnustefnu og síðan er atvinnuþróunarstefna fjallað í 6. lið, þannig að það er einhver ruglingur þar. Og síðan undir 7. lið, það sem er fjallað atvinnuleysistölur.
að það er grafalvarlegt ástand eins og við vitum á Suðurnesjum og í Reykjanesbæ og ég átta mig ekki á og hvers vegna Vinnumálastofnun getur ekki girt sig í brók og komið með tölur fljótt og vel til okkar, varðandi atvinnuleysistölur, fjölda og prósentur. Og ef að það er rétt, eins og við fengum svör síðast frá forstjóra, að það væri mikið að gera og allir starfsmenn væru hreinlega bara að vinna úr gögnum og þetta hefur ekki gefist tími í að vinna þetta almennilega, þá spyr ég, er ekki nægilega margir á atvinnuskrá til þess að fá fólk til að vinna þetta? Að við þurfum að vera að vinna með einhverja tölur, kannski hugsalega þetta og hitt, það er ekki í boði og ég vil endilega bara ítreka það að við höfum að gera allt sem við getum að ýta á að við fáum betri upplýsingar frá Vinnumálastofnun. Takk. Takk fyrir þetta, Friðjón Einarsson. Takk fyrir forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að fara yfir þessa fundargerð. Fyrsta sem ég langar til að nefna er mál 2, jólagarðar. En eins og flestir ættu að vita þá var það samþykkt í bæjarráði að nú myndum við breyta til eftir að ekki lengur vígsla á tré nágrannaþjóða frá Norðurlöndum að þá hefur verið ákveðið að nýta það fjármagn sem henni hefur farið í það að gera skemmtilega hluti í svokallaðan jólagarð í skrúðgarðinum okkar og er spennandi að sjá hvernig það verður og hvernig það tekst til en ánægjulegt að sjá að það er mikið hugmyndaflæði hjá starfsmönnum Súlunnar að reyna að gera þessi jól sem skemmtilegust. Aðeins varðandi lið 3 uppbygging tjaldstæða í Reykjavík og uppbygging á tjaldstæði í Reykjanesbæ og síðan viðræður við Happy Campers. Þetta mál er allt komið í vinnslu. Þetta var lagt fram mjög gott minnisblað frá verkefnastjóra ferðamála og mjög mikilvæg góð umræða þetta mál og þetta er í þróun og ég á von á því að á næstu vikum komi tillögur til bæjarráðs hvernig áfram verður haldið með þetta verkefni. En það er mikil umræða þetta mál og verður gaman að ljúka því á jákvæðan hátt. Í fyrsta máli sem það er atvinnumálurinn á Súlunnar, undir þeim lið var tekin bókun sjálfstæðismanna frá bæjarstjórn, en undir þessum lið er fjallað almennt öll helstu atvinnumál Reykjanesbæjar, sum hver viðkvæm og ekki endilega ástæða til að bóka sérstaklega þau, en þetta er yfirleitt langstærsti tímafrekasti þáttur fundarins. Og þið hafið heyrt þarna meðal annars verið að ræða skipasmíðastöðinni Njarðvík, fiskeldi og fleiri mál sem að koma inn á borð Súlunnar. Og það má segja það að það sé ansi fjörugt málasviði hjá Súlunni þessa dagana og mikill áhugi á að setja af stað atvinnutengd verkefni. 7. liður atvinnuþróunarstefnan, þar er Sigurgestur sérstaklega að kynna og fara yfir sem verkefnastjóri viðskiptaþróunar að kynna yfir þá vinnu sem þegar er búin við gerð atvinnuþróunarstefnu og við höfum ráðið núna tímabundið starfsmann inn til okkar til þess að aðstoða við gerð þessa og þið fengur nú smá kynningu á því fyrir bæjarstjórnarfundinn í dag. Þetta gengur vel og ég er spenntur að sjá hvernig það svona endar allt saman. Það er mikill áhugi og kraftur í Súlunni þessa dagana. Það er nóg að gera og ég er viss það að þessi vinna sem þarna er unnin mun skapa fullt af möguleikum á vinnumarkaðnum fyrir okkur og mér finnst mjög ánægjulegt að sjá hversu starfsmenn hafa verið fróir og duglegir á þessum erfiðu tímum að vinna þessa vinnu. En annað ekki að sinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja tjá sig fundargerð menningar og atvinnurás? Svo virðist ekki vera. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðin að gefa merki.
Mér finnst eins og vanti einn í viðbót. Það allir konir, 11-0, samþykkt 11-0. Þá komið að þriðja lið sem fundargerð framtíðarnefndar, fundargerð lýðheilsuráðsfyrirgefið frá 21. október, orðið laust. Díana, nei. Jasmína, ef við orðið gerðu svo vel Jasmína. Eða hvað? Ég glemdi að taka hendina niður fyrst innlega. Já. Ég ætlum kannski bara fyrst alla taka hendina niður áður en að... Ég var búin að biðja orðið. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Takk fyrir. Forseti og bæjarfulltrúar. Kem undir fyrsta máli í lýðheilsustefnu, sem lýðheilsustefna, en á næsta bæjarstjórnarfundi verður hún lögð fyrir og stýrihópur sem tók þátt í að móta þessa stefnu lagði til að geðheilbrigði íbúa á næsta ári verður tekið fyrir í stefnunni. Við lögðum áherslu á að stefna væri ekki löng, ekki einhver doðrantur til þess að hafa hún í skúffu, heldur frekar stutt og skýr stefna og lifandi skjal sem væri hægt að hafa ákveðið þema fyrir hvert ár og það var ákveðið að það er geðheilbrigði og ég held að það sé bara mjög gott fyrir næsta ár að skoða vel og hlúa að geðheilbrigði íbúa. Svo mál númer 5, þar sem við ræddum lýðheilsu og geðheilsu ungmenna í Reykjanesbæ og fórum yfir svona þátttöku barna og ungmenna í starfi en það er svona eins og því við töl hefur allt breyst og við verum taka stöðuna bara líka við viku frá viku og svo var það mál númer 8 sem tengist barnavernd og inni bara velferðarsviði en lýðheilsuráð lýsir yfir áhyggjum að þróun tilkynninga til barnaverndar og vegna heimilisofbeldis í Reykjanesbæ. Ég tók eftir því að Víkurfréttir tók þetta beint upp úr fundargerðinni og þetta eitthvað sem maður þarf að skoða vel því að við ákveðum að fela lýðheilsufulltrúa að taka saman svona efni fyrsta og annars stigs forvarnir sem nýta má til þess að bregðast við með fyrirbyggjandi aðgerðum og það eitthvað sem við þurfum að huga vel að það eru forvarnir enda hafa Íslendingar við að við kannski getum sagt að við erum svo þjóð sem að eyðir ekki miklum peningum í forvarnir. Við getum gert betur þar og það erum við einmitt að gera í lýðheilsuráði að huga vel að forvörnum. Ásamt lýðheilsufulltrúa Guðrúnu Magnúsdóttir. Takk fyrir. Takk fyrir. Jóhann Friðrik. Forseti ágildu bæjarfulltrúar. Það eru tveir liðir hérna í fundargerðinni sem ég langaði að minnast sérstaklega á. Anna Sigríður Jóhannesdóttir búin að fara ágætlega yfir hina en fyrst ber kannski að nefna aukna áherslu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og skimun gagnvart krabbameini kvenna sem virkilega ánægjulegt að þeir skuli vera að taka betur utanum og við vorum búin að vísa til þeirra á sínu tíma og það fagnaðarefni að það sé verið að taka tillit til þess og í takt við lýðheilsuvísana sem við vitum að koma illa út hér á svæðinu. Við höfum líka áttu þetta bara ágætis samskipti við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þeir hafa verið að velta fyrir sér heilsueflandi móttökum og fleiru sem að kannski opnar á frekara samstarf milli stofnunarinnar og Reykjanesbæjar í einhverjum tilvikum. Hitt sem ég langaði að nefna og það eru þessar umsóknir sem að lýðheilsufulltrúi að senda inn í lýðheilsusjóð og vonandi víðar. Og þar kannski sýnir sér svona þessi þverfaglega vinna sem eiga sér stað hjá Reykjanesbæ og þetta bara ekki hjá lýðheilsuráði einvörðungu eða lýðheilsufulltrúa heldur svo sem öllum en við erum að velta fyrir okkur hvernig getum við fengið fólk til þess að nýta þessa fínu göngustíga sem við erum búin að vera að gera svo fína í sumar og höfum svo sem staðið okkur afskaplega vel í gegnum árin með að bæta við göngustígum jafnt og þétt. Þetta orðið þéttriði net af göngustígum og alltaf verið að reyna að halda þeim við og gera þá enn betur úr garði til þess að
að íbúar geti nýtt á til virkrar hreyfingar. En samkvæmt lýðheilsuvísunum þá virk hreyfing á Suðurnesjum minni heldur en á öðrum stöðum á landinu. Þannig að þarna sannarlega tækifæri. Þarna verið að búa til umgjörð til þess að fólk geti hreyft sig og mig langar að minnast á það að góður kunningi minn sem að bjó lengi á Norðurlöndunum, réttara sagt í Danmörku, sagði mér frá því að á morgnana þar þegar snjóaði þá byrjuðu menn á því að moka göngustígana áður en að þeir fóru að moka göturnar. Og þar var í Århúsi búið að sýna alveg svakalega svona mikla framsýni í lýðheilsumálum og það sýnir kannski bara mikilvægi þess þegar fólki farið að nota göngustígana og hjólastígana mikið, hvernig forgangsröðunin getur breyst. Verið að leggja til að sækja styrk til verkefnis til þess að þróa app til þess að nýta við göngu sveitarfélagið. Það verið að horfa til þeirra tækni sem að reiða sig til rúms, þar sem appið getur veitt upplýsingar eftir GPS-hnitum, eftir hvar við erum staðsett í sveitarfélaginu. Þar getur verið upplýsingar til að mynda sögufræga staði, allskyns upplýsingar umhverfi, að setja þær myndir og vídeó og ýmislegt sem að reiða sig til rúms og vonandi bara fáum við stuðning við þessu flotta verkefni. Og það verður auðvitað þannig að það mun síðan þróast smátt og smátt eftir því hvernig ný tækni tekur við. En mér langar sérstaklega að minnast á það að þetta hafa aðrar þjóðir verið að nýta sér til þess að fá fólk til þess að hreyfa sig. Og þarna hægt að bæði að veita upplýsingar hversu langt fólk búið að fara, hversu mörg skref það búið að taka og síðan eru komni púlsmælar og ýmislegt sem getur bætt við upplýsingum inn í svona app og þetta auðvitað persónuverndar bundið, þannig að þetta eru ekki upplýsingar sem að neinn fær nema sá sem að notar appið og vonandi bara fáum við stuðning við þetta og verður svona rós í hnappagatið í þessari vegferð okkar að gera Reykjanesbæ að lýðheilsubæ. Takk. Takk fyrir Jóhann. Díana Hilmarsdóttir, gerðu svo vel. Takk fyrir, forseti og bæði fulltrúar, kæru gestir. Mig langar nú að taka undir orð bæði Jóhanns og Önnu Sigríðar og ég bíð spennt eftir að lesa lýðheilsustefnuna og það mér mikið ánægja efni að við séum að fókusera á geðheilbrigði íbúa sama á hvað aldri þeir eru. Og ég tel það algjörlega nauðsynlegt í ljósi aðstæðna í samfélaginu hjá okkur undanfarna 8 mánuði. Og svo einnig liður 2 sem aukin krabbameinsskimun hjá konum á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem mér finnst bara frábært. Og liður 3 heilsueflandi göngustigar. Ég algjörlega sammála því að þetta bara alveg æðislegt og ég búin að vera ótrúlega dugleg að ganga þessa stíga og mér finnst það mjög ánægjulegt og ég vil bara hvetja bæjarbúa til þess að fara út að labba og bjóða börnunum sínum með og unglingunum og njóta samvista. Þetta æðislegt og mjög fallegt og ég bara frábært og takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvarts fyrir ljósum undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð í þessu rásir beðum að gefa merki. Inn í Birna, Takk fyrir þetta, fundargerðin samþykkt 11.0 og þá komið að lið númer 4 sem fundargerð framtíðarnefndar frá 21. október, orðið laust. Gott ef allir eru búin að taka niður hendi frá því greiddu atkvæði fyrir fundargerð. Styrmi Gauti Fjallsteð hefur beðið orðið.
Forseti, eins og sjá má í fundargerð framtíðarnefndar þá komu fulltrúar Circular Solutions á fund okkar og kynntu fyrir okkur drög að umhverfisstefnunni sem hefur verið í vinnslu síðustu mánuði. Eins og við sjáum á í fylgiskjalinu sem fylgir undir þessu lið þá er vinnan komin vel á veg og við í framtíðarnefnd fórum yfir þessi drög ásamt þeim frá Circular þar sem að nefndarmönnum gafst kostur á að koma með athugasemdir það sem það fannst vanta eða betur mætti fara. Næsta dagskrá er svo kynning á þessum drögum fyrir umhverfis- og skipulagsráði og í framhaldi svo vinnufundur þessara tveggja nefnda eins og fram kemur í fundargerðinni. Þannig að þessi vinna lítur bara vel út og fáum vonandi fljótlega inn á borða til okkar fullgerða umhverfisstefnu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Styrmir. Jóhann Friðrik. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Nú ætla ég bara að nefna þennan punkti í fundargerðinni sem að snýra rafbílavæðingunni. Og þetta er auðvitað bara partur af þessum orkuskiptum sem við erum að gangi í gegnum og vil bara svona brýna þá sem er í ráðinu að hvetja þá til dáða líka vegna þess að við erum auðvitað með stórt orkufyrirtæki hér á svæðinu og bara spurning hvort það sé hægt að leita af samstarfi við þá eftir atvikum aðra til þess að reyna að tryggja það að við getum fært okkur yfir í rafmagnið og það verður væntanlega rafmagn og vetni sem að tekur við svona með hvernig þær spár eru sem maður hefur kynnt sér. En ég er nú sjálfur á tvinnbíl og tekst nú að keyra aðalega á rafmagninu sveitarfélagið en vandinn hann eykst töluvert ef ég þarf að sækja höfuðborgarsvæðið heim. Þannig að þetta er þetta bara þróun sem er í gangi og eitthvað sem við gætum mögulega tekið fórust í hér með samstarfsaðilum. Takk. Takk fyrir þetta Jóhann. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós undir þessum lið. Jú, Margrét Sanders. Þetta áskættir orðið. Gerðu svo vel, Margrét. Já, forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil bara ítreka það varðandi innviðauppbyggingu út af rafbílum að þá er það bara eins og með bensínstöðvar og annað að það eru fyrirtækin sem að sjá að setja þetta upp en ekki orkufyrirtækin eða veitufyrirtæki eða bæjarfélagið en auðvitað getum við gert ráð fyrir því í skipulagi og svo framvegis en bara alls ekki okkar hlutverk að byggja þetta upp í sjálfu sér. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Jóhann Friðrik, ertu að biðja aftur orðið, gerðu svo vel. Já, ég ætla nú svo sem ekki að lengja þessa umræðu, herra forseti og ágætu bæjarfulltrúar of en það hefur samt verið þannig og þróunin á Íslandi hefur verið þannig að veitufyrirtækin hafa verið að setja upp stöðvar vítt og breitt landið. Þannig að orka náttúrunnar er gott dæmi það. Þannig að ég skil alveg hvað bæjarfulltrúar Margrét er að fara og auðvitað verða fyrirtækin og eftir atvikum þeir sem vilja hafa hleðslustöðvar taka það frumkvæði líka og þetta er auðvitað gríðarlega mikil breyting á innviðum. Það þarf að setja stærri heimtaugar í fjölbýlishús og það er mjög margt sem fylgir þessu þannig að þetta auðvitað tekur sinn tíma og það má vel vera að samstarf geti til að mynda verið á víðum grunni til þess að lýsa upp mikilvægt að fólk skipti orkugjafa, bara svo eitthvað sé nefnt. Takk. Kannski ágætu bæjarfulltrúar bara benda á það hér að fyrirtæki eins og HS Veitur hefur takmarkaða möguleika til þess að beita sér í hvað þetta varðar. Bara vegna þess að þeim er ekki heimilt að fara í einhver verkefni nema þá að fá greiðslu fyrir. Gott dæmi er lagningu rafmagns á höfninni í Grindavík sem að það stendur bara styrum hver eigi að borga. Varðandi orku náttúrunnar þá er hún ekki eins og HS Veitur. HS Veitur er náttúrulega bara einn angi af gömlu Hitaveitu Suðurnesja. En orka náttúrunnar menn hafa ekki farið svo langt í uppskiptingu á
á orkufyrirtækinu og veitufyrirtækinu eins og við gerðum hér suðum við sjó á sínum tíma. Þannig að Orka náttúrunnar er að beita sig með öðrum hætti eða getur kannski gert það en HS Veitur getur gert það. Það getur vel verið að við ættum frekar að skoða samstarf við HS Orku í þessu sem er í raun og veru seljandi raforkunnar og myndi þá vera kepli fyrir þá að koma raforkunni á markað. Þetta getur líka verið samspil margra aðila en þetta er svona eitthvað sem að þarf bara að skoða í framhaldinu hvaða möguleika við höfum hvað þetta varðar. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig fundargerð lýðheilsu framtíðarnefndar fyrir geði? Nei, ekki fleiri sem að vilja tjá sig fundargerð framtíðarnefndar. Þeir sem samþykkt geta fundargerð framtíðarnefndar eru beðin að gera merki. Það er komið, hún er samþykkt 11.0 og þá bara minna á að taka niður hendina aftur. Ágætu bæjarfulltrúar, þá er komið að lið númer 5 sem er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 22. október og í 4. lið er verið að tala Njarðvíkurhöfn og eins og við vitum þá er skipasmíðastöð Njarðvíkur með metnaðarfull áform uppbyggingu þar á sínum svæði og hefur leitað liðsinni sveitarfélagsins hvað þessu uppbyggingu varðar. Já, af henni getur ekki orðið nema ráðist verði í verulega framkvæmdir á svæðinu, skjólgarða, dýpkun og höfn og þess háttar. Og við höfum, eins og komið fram, skipað stýrihóp þar sem að við eigum fulltrúa inn í þeim hópi og sem eru í viðræðum við eigendur skipasmíðastöðvarinnar, hafnarstjórnina og fleiri aðila. Við áttum jafnframt fund með þingmanni kjördæmis í síðustu viku þar sem að þetta mál bara á góma og staðan er núna þannig að rétt þykir að bæjarstjórn lýsi yfir vilja til þess að taka þátt í þessu verkefni og með það í huga hefur verið búin til bókun sem að ég vil leggja hér fram fyrir hönd allra bæjarfulltrúa sem að hafa skrifað upp á bókunina en ég ritari ef að hægt væri að henda bókuninu upp á skjáinn þá væri ágætt að hægt væri að lesa hana leið og ég les bókunina fyrir geði. Þannig að bæjarfulltrúar geti haft hana fyrir fram á sig rétt á meðan. Já, ég skal gera það best. Hérna við. Ég stækka þetta meira. Ef þú getur það, þá verður það ágætt. Hún er komin út fyrir skjalið núna. Fínt. Mikil óvissa er uppi í þjóðfélaginu og í heiminum öllum vegna alheimsfaraldursins COVID-19. Mörg fyrirtæki á landinu í ferðaþjónustu sem og öðrum atvinnugreinum eiga í miklum rekstrarerfiðleikum þar sem gjaldþrot þeirra blasir jafnvel við. Þessum erfiðleikum fylgir atvinnuleysi og er atvinnuleysi nú á Suðurnesjum með því hæsta sem þekkst hefur í Íslandssögunni. Við þessari þróun þarf að sporna með framkvæmdum sem skapa störf tímabundið og til lengri tíma. Skipasmíðastöð Njarðvíkur hefur hug á að efla starfsemi sína með byggingu nýrrar þurrkvíar á athafnasvæði sínu við Njarðvíkurhöfn. Sú uppbygging myndi strax skapa á annað 100 bein og óbein störf og leiða til annarrar uppbyggingar með viðeigandi störfum.
en til að þessi áform gangi eftir þarf að ráðast í verulegar hafnarframkvæmdir í Njarðvíkurhöfn. Reykjaneshöfn sem á og rekur Njarðvíkurhöfn hefur á undanförnum árum stefnt að endurbótum á hafnaraðstöðunni í Njarðvík varðar endurnýjun viðlegukanta, dýpkun og byggingu skjólgarðs. Þær framkvæmdir myndu nýtast vel að skapa það umhverfi sem þarf fyrir uppbyggingu skipasmíðastöðvar Njarðvíkur, auk þess að skapa möguleika á uppbyggingu á annarri hafnsækinni starfsemi á svæðinu. Þann 19. ágúst síðastliðinn undirrituðu Reykjanesbær, Reykjaneshöfn og skipasmíðastöð Njarðvíkur viljayfirlýsingu samræmt átak til að vinna framangreindum framkvæmdum brautargengi. Reykjaneshöfn og skipasmíðastöð Njarðvíkur fyrrnefnd fyrir bæjarráðum allra sveitarfélaga á Suðurnesjum ásamt stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og hafa viðkomandi aðilar lýst yfir stuðningi við áformin sem eru atvinnueflandi fyrir íbúa Suðurnesja. Fyrrnefndar endurbætur sem Reykjaneshöfn stefnir á í Njarðvíkurhöfn hafa í för með sér miklar framkvæmdir og eru kostnaðarsamar. Heimilt samkvæmt hafnalögum nr. 61 frá 2003 að styrkja slíka framkvæmd úr ríkissjóði í gegnum samgönguáætlun, en forsenda þess að Reykjaneshöfn geti farið í þessa framkvæmd að sá stuðningur sé til staðar. Fjárútlát Reykjaneshafnar verða þrátt fyrir það umtalsverð og mun Reykjanesbær styðja Reykjaneshöfn við þá fjármögnun. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skorar hér með á ríkisstjórn og Alþingi að tryggja fjárframlög til ofangreindra hafnarframkvæmda í Njarðvíkurhöfn í samræmi við heimildir í hafnalögum í gegnum samgönguáætlun eða aðra innviða fjárfestingu svo renna megi fleiri stoðum undir atvinnulífið á Suðurnesjum og skapa ný störf til framtíðar. Og undir þetta hafa bæjarfulltrúar ritað nafn sitt. En orðið laust fundargerðina. Jóhann Friðrik. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta mikið fagnaðarefni að við skulum vera vonandi að sjá uppbygging á næstu 2-3 árum í Njarðvíkurhöfn. Það liggur auðvitað fyrir að Reykjanesbær verður að koma að þeim framkvæmdum, enda skiptingu auðvitað til staðar. En þarna auðvitað verið að hugsa fyrst og fremst atvinnusköpun sem snýr að því að geta tekið við stórum skipum sem ella hefðu farið erlendis í alls kyns viðhald og tengda starfsemi í kringum það. Skipasmíðastöðin hefur auðvitað gengið í gegnum margt, eins og margir vita, stendur mjög vel og þar eru menn stórhuga með mikla reynslu af þjónustu við skipaútgerð. Þannig að ég bara vona að ríkisvaldið taki heilshugar undir þessa hvatningu bæjarstjórnar. Við höfum bæjarfulltrúar rætt þessi mál á ýmsum vettvangi, meðal annars með þingmönnum svæðisins, Suðurkjördæmis, og þar held ég að allir ætla að leggjast á eitt til þess að þetta geti orðið að veruleika. Nú þessi vegferð að hefjast af fullum þunga og ég held að nú sé rétti tíminn til þess að bæta eggjum í körfuna á Suðurnesjum og vonast svo sannarlega til þess að málið verið unnið hratt og vel af hálfu ríkisvaldsins og hægt sé að hefja framkvæmdir leið og tækifæri gefst. Takk fyrir þetta, Jóhann. Guðný Birna. Já, sæll kæri forseti og bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka ykkur öllum fyrir þessa frábæru bókun og þvílík samstaða í bæjarstjórn Reykjanesbæjar að taka undir þetta og að við fylgjum þessu máli vel eftir bæði hvað varðar kostnað bæjarfélagsins versus Alþingis. Við styðjum okkar þingmenn áfram til að fylgja þessu máli eftir því að við höfum alveg verið í þörf áður en nú nauðsynleg þörf, þannig að þetta gríðarlega metnaðarfullt og flott verkefni og vil ég fagna þessu bara að við höfum
tekið höndum saman að senda þetta formlega inn til Alþingis að sýna hug okkar gagnvart verkefnu. Þannig ég held að það verði okkur gríðarlegur styrkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét Sanders. Já, forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég tek undir með þeim sem hafa rætt þetta öfluga verkefni. Þetta í fyrsta lagi gríðarleg fjárfesting einkafyrirtækis sem að fara að skapa störf, að flytja inn fjármagn og störf sem áður fóru til útlanda og ef að einhver kemur til með að gagnrýna uppbygging á störfum að þetta séu karlar hjá okkur, þá vil ég minna á að fyrir hvert einasta starf sem að skapast í svona iðnaði, eins og byggingaiðnaði líka og fleira, það eru hvílíkur fjöldi af afleiddum störfum og það bæði karla- og kvennastörf og sérstaklega kvennastörf sem eru mikið afleidd störf. Annað sem að má ekki gleyma í þessu samhengi að þetta ótrúlega nútímaleg skipasmíðastöð sem að þeir hafa hug á að byggja upp og hafa kynnt fyrir okkur gríðarlega flottar og metnaðarfullar hugmyndir og þeir hafa fyrirmynd frá öðrum löndum, þannig að við erum ekki lengur að tala um gömlu góðu skipasmíðastöðnar eins og þær voru, við erum að tala um allt annan hlut. Þannig að ég vil fagna þessu og tek undir það að við þurfum öll að halda áfram að standa saman í þessu, ýta á Alþingi að koma með okkur í þetta og núna engin vafi á því að við erum öll sem eitt bæjarstjórnin á bak við þetta verkefni sem ómetanlegt. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Mér langar kannski að bæta því við varðandi 5. liðinn sem líka bara ánægjulegt að sjá þarna bréf frá dómsmálaráðuneytinu þar sem að óskað eftir viðræðum að skoða möguleikann á því að skipastóll Landhelgisgæslunnar verði staðsettur á Suðurnesjum. Það sem að verið að skoða í 4. lið mun auðvitað gera þetta mögulegt að Landhelgisgæslan gæti á einhverjum tímapunkti komið til okkar. Þannig að við erum kannski þarna að slá 2 flugur í einu höggi. Við erum búin að vera að horfa á það að koma skipastól Landhelgisgæslunnar hingað suður svo árum skiptir og ég minnist þess baráttu þingmanns Sjálfstæðisflokksins Bjarka Guðjónsdóttir fyrir þessu verkefni í mörg ár en það tókst nú ekki þá en kannski tekst okkur þetta en það að það verði byggður upp skjólgarður sem að eins og þarna hefur verið að skoða gæti gert þetta veruleika. Þannig að ég held að þetta sé bara ótrúlega skemmtilegt og spennandi tímar þarna framöndan. Það ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls undir þessum lið. Þá vil ég biðja ykkur kæru bæjarfulltrúar að greiða atkvæði þeir sem samþykkja fundargerðarstjórnar Reykjaneshamnar biðja að gefa merki. Það komið, hún samþykkt 11-0 og þá vil ég bara biðja allum að taka niður hendina aftur áður við förum í næsta lið sem fundargerð Barnaverndarnefndar frá 27. október, orðið laust, en hún lögð fram. Guðný Birna, gerðu svo vel. Afsakað þeirra forseti, þetta handavissin á mér. Hún eitthvað voðalega öflug hjá mér. Ég búin að taka hana niður, afsakið. Margrét Þórarinsdóttir. Já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég var svona að velta fyrir mér hvort við hefðum ekki átt að fara í lið 6 þar sem fundargerð fræðslulágs eða viljið þið bíða með hana og taka fyrst barnavernd. Fyrirgefiði ágætu bæjarfulltrúar. Það fundargerð fræðslurágs sem á undan fundargerð barnaverndarnefndar, fundargerð fræðslurágs frá 23. október. Hún næst á dagskrá, orðið laust fundargerð fræðslurágs. Og má ég sem sagt biðja orðið? Undir þessari fundargerð. Svo vel, Margrét. Já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 2 skólamáltíðir hlutfall nemenda í fundargerð fræðsluráðs. Það sorglegt að Reykjanesbær skuli sækja styrk til Hróahattar vegna skólamáltíða
í stað þess að sveitarfélagi standi undir þeim kostnaði. Enn og aftur þessi umræða í sveitarfélaginu okkar varðandi skólamáltíðir. Það hefur færst í vöxt að bæjarfélög bjóði gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Rökstuðningurinn fyrir því að afnema gjaldtöku á skólamáltíðum sá að ekki eigi að mismuna börnum á grundvelli efnahagslega stöðu foreldra þeirra, auk þess að létta undir með barnafjölskyldum og þessum erfiðum tímum þegar atvinnuleysi í hæstu hæðum. Þann 25. júní 2020 var gerður samstarfssamningur verkefnið Barnvæn samfélög og skuldbætti Reykjanesbær til þess að hefja vinnu við innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Gjaldfrjálsar skólamáltíðir eru nákvæmlega í samræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ég óska að þetta verði bókað. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að koma hérna undir lið 3, innritun í leikskóla. Vekja athygli á því að fyrir 2 árum síðan þá ákvað Reykjanesbær að stefna því á þessu kjörtímabili að taka inn börn í leikskóla sem væru alltaf 18 mánaða. Og nú hefur komið það í ljós að öll börn sem eru fædd árið 2018 hafa komist inn í leikskóla og það mikið fagnaðarerindi og umtalsverður fjöldi þeirra yngri en 18 mánaða. Vildi vekja athygli á þessu. Í annan stað vil ég líka nota tækifærið og hrósa starfsmönnum skóla fyrir frábæra vinnu og þolinmæði í erfiðum aðstæðum. Og það alveg til fyrirmyndar hvernig þessi starfsmenn, allir sem einn, hafa leitast við að gera hlutina eins einfalda og vel eins og hægt þannig að hægt sé að opna skólana og taka vel á móti öllum börnum þar. Og ég vil gjarnan að það verði bókað að bæjarstjórn færi þessu starfsfólki þakkir fyrir frábærlega vel unnin störf. Í annan stað vil ég líka nefna það að engum vísað frá hvað varðar mat og kemur á óvart að þetta mál sé tekið hérna upp eins og einhvern sé vísað frá. Það hefur ekki gerst ennþá og það mun heldur ekki gerast okkar vakt. Takk fyrir. Takk fyrir, Anna Sigríður. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég kem undir lið 2 skólamáltíðir. Jú, það var svona áhyggjuefni að sjá þetta í fréttunum slegið upp eins og það væru nánast sveltandi börn hér í bæjarfélaginu. Það fer alltaf eftir því hvernig þetta kemur fram í fjölmiðlum, en það var ánægjulegt að sjá að starfsmenn fræðslusviðs brugðust strax við sama dag í fjölmiðlum og útskýrðu hvernig þetta kom fram í fundargerðinni. Þetta hefur verið ekki smá klúður hvernig þetta var bókað. Auðvitað skiptir orðalag gríðarlega miklu máli, hvernig maður talar hlutina og setur það fram í fundargerðir. Og við vitum það öll að fjölmiðlar geta bara copy-pastað upp úr fundargerðum og skiptir máli hvernig sagt frá. Útskýrt vel hvernig hlutinir eru og eins og Friðjón nefndi þá ekkert barn sem mun ekki fá mat þrátt fyrir að það sé ekki greiddur skólamáltíð. En ef ég man rétt þá var það líklega Baldur Guðmundsson sem nefndi hérna fyrir nokkrum vikum að líklega þyrftum við að vera tilbúin í vetur til þess að bregðast við þegar svona gerist og ég held að þetta verði ekki fyrsta skiptið. Það nú bara, þessi frétt kom í október og veturinn svona rétt að hefjast, þannig að sjálfsögðu þarf fræðslusvið að fylgjast vel með, en það kemur það fram að fræðslur og óskar eftir að fá upplýsingar varðandi skólamáltíðir reglulega inn á fundi ráðsins. Ég er ánægð að sjá þetta. Svo langar mér bara eins og Friðjón nefndi áðan að hrósa skólafólki. Ég á börn í grunnskóla hérna í Reykjanesbæ og ég er ánægð með hvernig þeir eru búin að skipta upp skóladeginum bæði í staðnám og fjarnám. En mér langar líka til að hrósa stjórnendum FS og kennurum þar, þrátt fyrir að þeir séu ekki starfsmenn Reykjanesbæjar. Þá eru þeir með í kringum ef ég man rétt 1200 nemendur í skólanum. Og þar skólahald eins og það hefur verið áður, núna í september og október. Og ég er gríðarlega ánægð með að þeir halda út í verknámi
en það það eitthvað það mikilvægasta fyrir okkur á Suðurnesjum að fá krakka sem að stunda verknám því okkur vantar iðnaðarmenn á Suðurnesjum og það eitthvað sem þarf að halda áfram í kennslu og hefur verið gert í FS og ég mjög ánægð með það og ég þakka fyrir það. Takk fyrir. Takk fyrir það. Ég vil bara minna bæjarfulltrúa að taka niður hendi þegar hafa talað. Næstur hefur beðið orðið bæjarstjóri, gera svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins bara rétt stuttlega út af þessari umræðu að upplýsa bæjarstjórn það að þegar þessi frétt innan gæsalappa fór í loftið hér í síðustu viku að Reykjanesbær væri að neita 11 og 12 börnum mat í skólanum. Þannig fór þetta fyrst af stað og þá settum við strax í gang vinnu að leiðrétta þennan misskilning. En þetta fór eins og eldur sinu í fjölmiðlunum. Hver fjölmiðillinn af öðrum tók þetta upp eftir hinum og enginn þeirra, ég endurtek og ítreka, enginn þeirra hafði samband við okkur til þess að spyrjast fyrir málið. Þeir tóku þetta bara eins og þetta kom fyrir í upphafi og kópuruðu það hver og einn. Það var enginn sem hafði samband við okkur. Vegna þakka bæjarstjórnar til handa starfsmönnum skólum þá get ég og sjálfsögðu tekið undir það en held að það eigi við marga fleiri starfsmenn velferðarþjónustunnar, sérstaklega vil ég nefna þar og fleiri sem hafa ekki bara lagt nótt við dag og hjarta í það sem verið að gera, þetta miklu meira en það. Og þetta á við mjög margar deildir og ég vil segja bara allar deildir Reykjanesbæjar. Það eru allir að vinna í raun þrekvirki á hverjum degi í þeim aðstæðum sem við erum í núna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Jóhann Friðrik. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú að bregðast við þessu upphlaupi sem við urðum vitna í fjölmiðlum núna út af þessari fundargerð. Þetta kemur verulega óvart að það sé verið að taka svona á málum. Auðvitað vita allir að eitt svangt barn einu barni og mikið þegar kemur að þessu og öll börn eiga sjálfsögðu að fá næringu og holla næringu í skólanum okkar og auðvitað heima hjá sér líka, það bara þeirra réttur. En veruleikinn bara sá að það eru engin börn sem ekki fá að borða í skólanum í Reykjanesbæ. Það þarf ekkert að ræða þetta neitt frekar. Og hvort að það sé einhverjir aðilar sem hlaupundi bagga ef illa gengur hjá fjölskyldum að ná endum saman, það ekkert nýtt. Þarna verið að tala 12 aðila sem greinilega náðu ekki að borga skólamatinn sinn af 2500 og eitthvað, þegar ég man rétt. Þetta náttúrulega gríðarlega lág prósentutala, ekki þegar börn séu nokkuð tíman eiga verið þannig stöðu að þau fá ekki að borða en ég tek þessu auðvitað bara alvarlega þegar það verið að fara með svona rangfærslur og blása upp einhver mál sem ekki til staðar. Við þurfum ekkert á þessu að halda. Við þurfum auðvitað bara að það sé verið að tala hlutina á raunverulegan hátt. Það sé verið að styðjast við staðreyndir mála. Og ég veit að skólastjórnendur okkar tóku þessu mjög illa. Og ég skil það bara mjög vel. Og eflaust hefur félagsþjónustan gert það líka. En við erum öll að reyna að gera okkar besta í því að reyna að eiga við það ástand sem blasir við. Og þá ber að nefna að það nánast engin munur á þeim sem voru í áskrift á síðasta ári og nú. Og þá ég ekki að segja það að róðurinn ekki eftir að þyngjast. Ég svo sannfærður það að hann mun gera það. Og við erum að bregðast við því að festu og tryggja það að börnin okkar hvað sem það snýr að máltíðum eða íþróttaiðkun eða einhvers konar utanumhaldi að við stöndum okkar plikt í því. Ég efast ekki það eina sekúndu að við munum gera það.
Aftur á móti okkur engin greiði gerður með einhverju upphlaupi. Kemur óorði á þá starfsemi sem við erum að reka, algjörlega ástæðulausu. Auðvitað þurfum við alltaf að vera að gera betur og hugsa hvað við getum gert betur og hvernig við getum nýtt skattfé betur. En ég held að þegar við horfum bara á skólamáltíðir, þá eru þetta þannig upphæðir, og það er bara svona mín pólitíska skoðun, að kerfið á fyrst og fremst að hjálpa þeim sem að þurfa að hjálpa að halda. Það á ekki að vera niðurgreiða mat fyrir fólk sem getur vel greitt fyrir sín börn mat. Þarna kannski bara munur á pólitískum skoðunum. Það eru þetta fjölmargt sem hægt að tína til sem kostnaður fyrir fólk við að eiga börn. Það bara liggur alveg fyrir. Og kannski eigum við að stefna í þessa átt, en eins og staðan núna, þá myndi ég frekar vilja nýta peningana í það að hjálpa vel undir þá sem virkilega þurfa á því að halda og vera ekki að gera breytingar á kerfi sem gengur ljómandi vel og almenn sátt og ánægja að fara að niðurgreiða máltíðir fyrir fólk sem þarf ekki á því að halda. Ég vil miklu frekar vísa peningunum í þá átt og skattfé borgarana í það að hjálpa fólki til sjálfshjálpar og gera það vel. Og þarna að ræða 12 börn í þessu tilviki og þau eru ekki svöng og bærinn mun ekki láta að sitt eftir liggja þegar kemur að þeir tryggja það að allir fái mat í skólanum í Reykjanesbæ. Takk. Takk fyrir þetta, Jóhann. Það hafa ekki fleiri kvatt sér hljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð fræðslur árs eru beðin að gefa merki. Friðjón og Guðný Birna. Það er komið, hún er samþykkt 11-0. Þá er komið að fundargerð barnaverndarnefndar sem hér er lögð fram til umræðu en ekki afgreiðslu. Orðið er laust. Margrét Þórarinsdóttir, gerðu svo vel. Takk fyrir. Já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Ég kem hérna undir lið 3, mælaborð barnaverndar og tölulegar upplýsingar. Bara enn og aftur sjáum við aukningu á milli mánaða og ára og þetta er alveg sláandi tölur og veldur mér miklu hugarangri. En á þessum tölum sjáum við að það voru ný mál, voru 25 núna í september miðað við 11 á sama tíma í fyrra. Og eins og ég hef bent áður á og komið með bókanir varðandi það að þá eru barnaverndarmál þegar erfiðustu mál innan félagsþjónustunnar og oft á tíðum er álagið mjög mikið. Miðað við þessar tölur þá verður að fjölga stöðugildum félagsráðgjafa og ég vil bara ítreka það, ég hef þegar rætt það áður. Og það sýndi sig líka hvað varðar starf félagsráðgjafa í barnavernd að þegar álagsmælingin var gerð á sviðinu var vinnuálagið mjög mikið og því alltaf hætta að fólk fari í kulnun. Og því hvet ég bara að huga vandlega að auka stöðugildi í barnavernd og taka það inn í næstu fjárhagsáætlun. Ég óska að þetta verði bókað. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Ég vil bara benda bæjarfulltrúa Margrét á. Hún er sjálfsögðu þátttakandi í að gera fjárhagsáætlun, þannig að það er þá að geta að fá tillögu slíka aukningu starfsmanna inn í fjárhagsáætlunargerðina, þannig að við getum svona metið kostnaðinn af því. Jóa Friðrik, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar nú að taka undir með Margréti Þórarinsdóttur bæjarfulltrúa hvað þetta varðar og áhugavert að hún skuli einmitt vísa þarna í réttar upplýsingar sem þarna koma fram, sem er ljómandi gott. Þetta er áhyggjuefni fyrir okkur öll og ég veit að það er verið að vinna hörðum höndum hjá bænum við það að reyna að bregðast við. Og auðvitað bara snúum við okkur að fjárhagsáætlun sem við þurfum að samþykkja fyrir komandi ár. Þetta er málaflokkur sem skiptir okkur miklu máli og ég held þessi mikill einhugur í bæjarstjórn það að reyna að tryggja það að við náum vel utan þennan málaflokk, enda börnin mikilvægust. Takk. Takk fyrir það. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gerðu svo vel. Já, takk kæri forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við höfum lagt mikla áherslu á það innan velferðarsviðsins að kanna alla leiðir til að auka stöðugildafjölda innan sviðsins.
og sérstaklega þegar kemur að fjölskyldusviðinu og barnavernd. Þannig að það vissulega alla klær úti þar til að reyna að máta eins mörg stöðugildi við getum með við fjárhagsáætlunina sem við þurfum að standast. Þannig að það vissulega allt lagt í að skoða þessi mál. Takk. Takk fyrir. Margrét Þórhallsdóttir, hefur aftur beðið um orðið? Eða? Nei, þá það komið. Og þá komið að síðasta lið þessa fundar sem fundagerð Íþrótta- og tónlistarráðs frá 27. október. Orðið laust fundagerðina. Anna Sigríður. Vorum við búin að samþykkja hérna öll? Hún ekki samþykkt. Nei, að sjálfsögðu. Afsakið það. Já, bæjarfulltrúar og forseti varðandi Íþrótta- og tómstundaráð kem ég undir lið 1. Það áskorun frá Keflavík Íþrótta- og ungmennafélag að Reykjanesbær taki upp Nóra-kerfið fyrir hvatagreiðslu sveitarfélagsins. Ég tek undir orð Einars Haralds, formanns, varðandi þetta því að þetta svona kannski tvíverknaður að foreldrar barna í íþróttum skrá börnin í íþróttagreinar, bíða svo í einhverja ákveðna vikur eftir að deildin hefur skilað inn greiðslum að foreldrarnir séu búin að greiða fyrir íþróttina og þá geta foreldrar sótt sérstaklega hvatagreiðslur á netinu sem að vísu ekki flókið en það gæti verið flókið fyrir einhver aðila. Við náttúrulega gerum okkur öll grein fyrir því að við erum með 26 eða 27% erlenda íbúa í bænum og við erum oft búin að ræða það á mörgum fundum að við viljum fá öll börn í íþróttir og tómstundir og það hafa verið gerðar kannanir en börn erlendra foreldra eru ekki að skila sig eins mikið og íslenski nemendur í íþróttir og tómstundir og það kom fram í lýðheilsuráði áðan í máli 5 þar sem við vorum að fjalla geðheilbrigði og áhyggjur af lýðheilsumálum ungmenna að lýðheilsuráð var að óska eftir að íþrótta- og tómstundafulltrúi myndi gera könnun á þátttöku barna í íþrótta- og tómstundastarfi í Reykjanesbæ en það eru 4 ár sirka síðan stýrihópur heilsusams samfélags gerði þessa könnun og það var greinilegt að það voru 2 grunnskólar sem voru með minnstu þátttökuna og við þurfum að huga að þessu því að þetta snýr líka að hvatagreiðslunum. Ég held að þetta mál númer 1 væri bara mjög gott og myndi svona jafnvel einfalda hluti fyrir marga foreldra varðandi greiðslur og annað í íþróttir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Margrét Þórhallsdóttir. Já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, mig langar að koma hérna undir lið 3 og lið 5. Ég gat ekki séð nein fylgigögn með, þessar skýrslur voru ekki með, þannig ég velti fyrir mér hvort við gætum fengið þessar skýrslur. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þeim skilamöðum þá komið á framfæri hér. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Takk forseti. Forseti bæjarfulltrúar, mig langar að taka undir orð Önnu Sigríðar varðandi lið 1. Ég tel þetta vera mjög jákvætt og þetta komið til með að einfalda hlutina til muna. Þannig að ég bara mjög hlynnt þessu. Takk. Takk fyrir. Jóhann Friðrik. Já, takk fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að koma inn á það sem að snýra að íþróttaiðkun barna. Auðvitað höfum við verið að leggja mjög mikla áherslu á það að fólk nýti hvatagreiðslur og reyna að auðvelda fólki það að hafa börnin sín í íþróttum vegna þess að allt byggir þetta nú oft á fjárhag foreldra. En eitt af því sem að rætt var í lýðheilsuráði og tengist þessu, það auðvitað ekkert endilega bara að fókusa á það að börn séu í íþróttum, heldur ekki síst í tómstundum. Og við sjáum bara mun á milli skólana eftir hvernig krakkar eru að velja sér íþróttur og tómstundir og það út af fyrir sig jákvætt. Það ekki þar með sagt að sé endilega nauðsynlegt að öll börn séu
í mörgum íþróttum, heldur miklu frekar það að þau hafi tækifæri til þess að vera í íþróttum eða tómstundum. Og tómstundirnar gleymast oft í umræðinni. Þannig að ég held að sé frábært að taka upp þetta kerfi. Ég veit að það hefur gengið vel í öðrum sveitarfélögum, þannig að ég fagna því sérstaklega. En við erum auðvitað að reyna að auðvelda aðgengi með okkar hvatagreiðslum að íþróttum og tómstundum, ekki bara íþróttum. Takk. Takk fyrir. Jasmín að gera svo vel. Já, takk fyrir forseti, ágætu fulltrúar. Ég get alveg tekið heils hugar undir Önnu Sigríðar og líka hans Jóhanns það sem var að segja. Það er mjög mikilvægt að það sem við erum að vinna í Reykjanesbæ að það sé notendavæn þjónusta og að það sé aðgengi fyrir alla og ég get alveg tekið undir að geti flæst fyrir mörgum þetta kerfi eins og það í dag. Miðað við til dæmis höfuðborgarsvæði og það er mikið einfaldara og það er innifalið strax inn í greiðslum og ég get alveg talað fyrir orðlega langflesta fólk af erlendum uppruna að það fólk þarf sérstaklega hafa aðgengi að þessu og það er einfalt. Þannig ég tel alveg að það gæti alveg hjálpa helling. Hins vegar ég get alveg líka tekið undir með tómstundir, það sérstaklega með fólk að erlendum uppruna, tölurnar eru ekki rosa góðar og það getur tengst einmitt þessu að þetta sé kannski of dýrt. Þannig það gæti einmitt einfalda þetta líka. Og hvað, ég ætlaði að segja eitt í viðbót en ég gleymdi, en allavega ég fagna þessu virkilega og þetta náttúrulega löngu tímabært að þetta kerfi virki allavega Reykjanesbæ og allavega íþróttafélög tala saman og jafnvel dómstundir líka. Takk fyrir. Takk fyrir það. Bæjarstjóri. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er kannski tvennt. Við skoðum þetta kerfi, nákvæmlega þetta sama kerfi sem hér ræðir fyrir nokkrum árum. Ég man ekki nákvæmlega hvenær það var, 3-4 ár kannski síðan. Og þá var niðurstaðan svo að skipta ekki kerfi og það var alveg einhugur það bæða meðal íþrótta- og tómstundafulltrúa og íþróttafélagana hjá okkur. En nú hafa menn bara skipt skoðun og það er bara gott. Það er ekki mikill kostnaður, það er einhver smá kostnaðarauki, það kann að vera að hann hafi verið meiri þegar við vorum að skoða þetta fyrir 3-4 árum. Það er ekki mikill kostnaðarauki en á því að fara úr núverandi kerfi yfir í þetta. Varðandi athugasemd bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur núna rétt í þessu að vantaði gögn og þá vil ég bara leiðrétta það. Gögnin með þessu fundargerðum eru í fundarboði viðkomandi nefndar. Þau fylgja ekki með því miður, vil ég segja, inn í bæjarstjórn þannig að þegar það eru skýrslur og svona þá verða menn eins og í þessu tilfelli hjá íþrótta- og tómstundaráði þá þurfa bæjarfulltrúar að fara í fundarboðið þar inn á mitt Reykjanes og þar eru þessar skýrslur og þessi gögn sem fylgja með. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Það hafa ekki fleiri kvaðsir hljós. Þeir sem samþykkja þetta fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs beðum að gefa merki. Og hún samþykkt 11-0. Ágætu bæjarfulltrúar, þá er dagskrá tæm og við munum samþykkja þessa fundargerð sem hér hefur verið rituð rafrænt. Þannig að ég bið ykkur öll að bíða eftir að ég slít fundi til þess að fara yfir fundargerðina. En það er þá ekkert að vanbúnaði annað en að slíta fundi og ég segi 598. fundi bæjarstjórnar hér með slítið.